Klárt. Já, má byrja. Ráðherra og aðrir gestir, ég býð ykkur hjartalega velkomin hingað í Húnavallaskóla og dagskrá ráðstefnunnar, hvað eigum við að gera, liggur hér frammi og jafnframt hefur hún verið kynnt víða. Og án þess að tefja þetta nokkuð þá það fyrst á dagskráni ávarp Guðmundar Inga Guðbrandssonar umhverfisráðherra. Gjörðu svo vel.
eina sótsporið, ef við getum orðað það þannig, fyrir landshlutann og verður mjög spennandi að sjá hvernig það kemur út. Ég get deilt með ykkur að við erum nýbúin að klára vinnu í stjórnarráðinu, þar að segja fyrir ráðuneytin, þar sem við vorum kolefnisspor og hvar getum við helst tekist á við að draga úr því. Og þetta ótrúlega lærdómsríkt að sjá hvernig til þess að maður geti einmitt tekist á það. Ég held að þetta sé ekki síst mikilvægt svona í nærsamfélaginu og því mjög ánægður að sjá þetta frumkvæði sem þið hafið sýnt. Nú þið hafið kannski tekið eftir því að við vorum núna í morgun stjórnvöld og atvinnulífið að móta og hleypa stokkunum samstarfsvettvangi þar sem að hugmyndin að bæði að kynna það sem Íslandi er í loftslagsmálum og reyna að sýna fram á að við ætlum að gera atvinnulífið og hinir mismunandi geirar þess leggi fram áætlanir hvernig þeir hyggist ná kolefnishlutleysi og þá bæði með því að draga úr losun en síðan að bæta fyrir þá losun sem ekki er hægt að draga úr. Og ég bind miklar vonir við það að við sjáum árangur af þessu á næstu árum og þetta eins og sveitarfélög. En ég ætla svo sem ekki að hafa þetta neitt lengra. Ég vil bara óska ykkur til hamingju með þennan viðburð og til hamingju með að frumkvæðingar. Ég er mjög ánægður að sjá þetta verið að gerast og veit að það er verið að vinna í svo fleiri stöðum framöndan er spennandi og takk fyrir að leyfa mér að vera með. Bless, bless. Þetta komið. Við þakkum Guðmundi Inga fyrir hans ávarp. Þá er næst sem sagt kolefnisspor Norðlands vestra fyrstu tölur og það er Stefán Gíslason. Síðan er fyrirkomulagið þannig að við erum með stuttar fyrirspurnir til hvers ræðumanns, þá tökum við að þær jafnóðum. Gerðu svo vel, Stefán. Já, komið þið sæl öll og bara ég tek undir orð ráðherra og óska ykkur SSNV til hamingju með þessa samkomu og bara þetta merkilega frumkvæði sem að felst í ykkar vinnu. Erindi mitt heita fyrstu tölur, þetta er svolítið svona eins og fyrstu tölur úr Norðurlands kjördæmi vestra sem að fara nú aðeins hérna aftur í tíman. En áður en ég byrja þá ætla ég kannski aðeins að segja ykkur frá bakgrunninum. Ég ætla að lýsa hérna myndum sem ég er með í snjöllu máli. En eins og vitið mörg að þá er þetta verkefni hluti af, eða semst þetta er áhersluverkefni í sóknaráætlun landshluta fyrir 2018-19 og er fyrsta verkefni sinna tegundar sem nær yfir heilan landshluta, semst fyrsta skipti sem að heill landshluta á Íslandi tekur sér til við að reikna kolefnissporið sitt. Verkefni felur í sér að reikna semst kolefnisspor á sem víðastan hátt, semst frá sem flestum hugsanlegum uppsprettum losunar og leið að greina möguleikann á að minnka á losun og að binda kolefni. Síðan á að fylgja svo aðgerðaáætlun og eins og ráðherra nefndi líka þá er þessi vinna væntanlega fordæmisgefandi fyrir aðra landshluta. Við erum búin að vera að vinna í þessu síðan í haust, sem sagt Environex eða fyrirtæki mitt sem ég segi ykkur aðeins frá eftir samdi það við SSNV í fyrra haust að hefja þessa vinnu og hún er semst ennþá í gangi þannig að þetta eru ekki loka tölur, þetta eru fyrstu tölur, bara rétt á eins og í kosningum og ber að hafa það í huga þegar maður á að skoða tölurnar. Það er ljóst hvert stefnir, rétt eins og oftast er með fyrstu tölur í kosningum, en eru svona aðeins búin að sjá hvar meirihlutin liggur. Fyrirtæki mitt eða Environex eins og það heitir útlensku eða Umhverfisráðgjöf Íslands er staðsett í Borgarnesi með skrifstofur í Reykjavík og í Massachusetts. Hljómar mjög stórt en er ekki mjög stórt, þetta er bara svona einn starfsmaður í hlutastarfi í Bandaríkjunum og reynda núna 2 í hlutastarfi í Reykjavík, þannig að við erum 4 í cirka 3 stöðugildum. Þetta er búið að vera til síðan árið 2000
og alltaf verið þarna í Borgarnesi, þar sem ég bý. Ég er reyndar ekki borgarnesingur, ég er strandamaður og þannig ég hef svona vissar taugar til nærliggjandi byggðarlaga. Ég var 2 vetur á Reykjaskóla sem mótaði mig náttúrulega á viðkvæmum árum í ævinni. Ég ætla ekki að staldra meira við fyrirtæki annað en það að við erum semst núna 4 og það eru aðalega 2 okkar sem hafa unnið að þessu verkefni, það er að segja ég og svo Birna Hallsdóttir sem er þarna niðri til hægri. Hún er reiknimeistarinn. Það er mikil Excel-vinna á bakvið eitt svona verkefni. Aðeins það sem við höfum verið að gera áður, við höfum verið að reikna kolefnisspor fyrir meðal annars atvinnugreinar eins og sauðfjárræktina, garðyrkjuna, laxeldið og eitthvað fleira. Og við höfum verið aðstoða Akureyrarbæ meðal annars í verkefni sem er í sjálfu sér svipað þessu þó að það hefði aðeins annan vinkil og það er fleira í undirbúningi. Aðferðirnar sem eru notaðar við svona útreikninga, þær eru svo sem meira og minna alltaf eins og þetta er að grunni til mjög einfalt. Maður bara þarf að fá einhverja tölur hversu mikið var gert af þessu og hinnu, margfalda hverja tölur með einhverjum losunarstuðli og þá færir maður út einhverju losun. Það er ekkert rosalega flókið og losun er alltaf gefin upp í koldíoxíð ígildum. Það eru mismunandi gróðurs- og lofttegundir sem búið að reikna yfir koldíoxíð, alveg eins og maður gerði með þorskígildi hérna einhvern tímann og gera enn. En þetta er náttúrulega samt ekki alveg svona einfalt vegna þess að það er heilmikil pæling hvað á að taka með þessu útreikninga og hvað ekki að taka með. Á til dæmis að taka orku sem er framleidd á svæðinu eða bara orku sem er notuð á svæðinu. Á að taka úrganginn sem fellur til á svæðinu eða úrganginn sem er meðhöndlar á svæðinu. Í öllu þessu er alltaf að hætta á tvítekningu. Ef við til dæmis bæði að taka úrgang sem fellur til og reikna hann út frá því magni og svo fer hann í urðun eða mikið af honum í Stekkjarvík og á að reikna aftur þar hvernig á að reikna úrgang sem er meðhöndlar í öðrum landslutum eða úrgangur á öðrum landslutum sem er meðhöndlar hér. Þannig að það er ekkert í þessu alveg einfalt en það eru til aðferðir til að leysa allt. Og í þessari vinnu og öðru svipum verkefnum þá fylgjum við leiðarvísi vísindanefndar Sameinuðu þjóðanna um loftslagsbreytingar og það er til sérstaklega leiðarvísir fyrir svæði eða fyrir sveitarfélög eða samfélög sem er þessi GHG Protocol for Community Scale Greenhouse Gas Emission Inventories eins og það heitir. Og síðan notum við losunarstuðla sem eru oftast úr bókhaldi Íslands til loftslagssamningsins, þannig við erum ekki að finna upp hjólið í því. Þetta er Norðurland vestra, það vita náttúrulega allir hvernig það lítur út, allir sem eru hér. Þetta eru 7 sveitarfélög, 7.227 íbúar miðað við 1. janúar þessu ári og það eru 2% af íbúum landsins, hins vegar er þetta 13% af flatarmáli Íslands. Helstu losunarvaldar, og það er ekki að tala um Norðurland vestra sérstaklega, þetta er bara almennt, þetta er bara þeir svona losunarflokkar sem að prótókollurinn nefnir. Fyrsta lagi staðbundin orkunótkun, það er þá orkunótkun sem á sér stað á einhverjum ákveðnum stað. Í öðru lagi, og það er þá semst orkunótkun í byggingum, hvort sem það er íbúðarhús eða verksmiðjur. Í öðru lagi orkunótkun í flutningum sem margir kannski gera ráð fyrir að sé einn stærsti liðurinn, það er þá samgöngur á landi og flutningar á sjó og lofti. Þriðja lagi úrgangur eða meðhöndlun úrgangs. Fjórða lagi iðnaðarferlar, það er að segja ef einhver iðnaður stundar á svæðinu sem hefur í för með sér losun gróðurhúsalofttegunda sem slíkur. Og í 5. lagi landbúnaður, skógrækt og önnur landnotkun. Þarna vantar eina komi, ég býst velverðingar af því. Í þessari vinnu fyrir Norðurland vestra þá höfum við náttúrulega þurft að leita víða fanga til að fá tölur. Það er tiltölulega auðvelt að fá tölur yfir raforkunotkun. Það er fást hjá Netorku sem heldur utan um alla smásölu raforku á Íslandi, heldur ekki utan um stórnotendur en það er engin stórnotandi á þessu svæði. Ekki ennþá, það er reyndar að vaxa upp einn á Blönduósi en það kemur ekki við sögu árinu 2018, þetta er allt miðað 2018. Olíuvörur, það er hægt að fá upplýsingar um alla olíusölu á svæðinu hjá Flutningsjöfnunarsjóði olíuvara og það er hægt að nálgast losun frá olíu með ýmsum hætti en við notum þessa nálgun því hún er einföldust, þetta sem mætti kalla eldsneyti sölunálgun, bara áætla þetta út frá sölutölum og svo framvegis. Við erum ekki komið með réttar tölum úrgang, þar gátum við í eyðurnar og iðnaðarferla það er nú bara að við höldum eitt fyrirtæki á svæðinu sem skiptir máli sem er með starfsemi þar sem að losna gróðurhúsalofttegundir í starfseminni sem slíkri, ekki bara vegna þess að það er brennt olíu, heldur vegna þess að það er eitthvað gert þarna sem losar og það er steinullarverksmiðjan og við fengum tölur þaðan mjög greiðlega. En við höfum eftir að skoða nokkra þætti, við höfum eftir að skoða úrganginn betur, við höfum eftir að rýna í notkun kælumiðla sem er notað í skipum og víðar og eins tjöru við malbiksframleiðslu ef það er að ræða, hláturgas sem er hugsanlega notað á sjúkrahúsum og svo framvegis. Þetta eru ekki stóri liðir en þetta á svo sem alltaf vera þarna með. Búfé,
þar fengum við tölur frá MAST, í raun og veru eru þær tölur sem Hagstofan birtir og svo þarf náttúrulega eins að bera þær saman við aðra tölur og fá þær til að passa. Losun vegna búfjáráburða sem skiptir máli í þessu samhengi er bara reiknuð út frá búfjárfjölda og út frá tilteknum forsendum. Þar þarf maður að gefa sér forsendur um það hversu lengi eru gripir á húsi, hvað lifa lömbin lengi á sumrin, hvernig er húsdýraáburður geymdur, er hann í votgeymslu eða þurrgeymslu og svo framvegis. Og við höfum notað svona mismunandi aðferðir til að áætla þetta eftir tegundu búfjár. Við erum ekki búin að reikna tilbúin áburð inn í þetta, okkur vantar ennþá tölur þar. Það mun ekki hafa stórvægileg áhrif á heildarniðurstöðuna. Landið, þá höfum við skoðað flatarmál mismunandi landgerða eins og það er sett upp í skilum Íslands til loftslagssamnings Sameinuðu þjóðanna og það var svona svolítið föndur að fá það inn á landshluta en það gekk nú fyrir svona áður en yfir lauk. Þannig að þetta er svona það allra helsta og ef við bara byrjum á niðurstöðunum, lítum fyrst á staðbundna orkunotkun og þess að orkunotkun í byggingum, þá er það náttúrulega fyrst og fremst raforkunotkun vegna þess að það er notað mjög lítið, allavega í íbúðarhúsnæði, við byrjum á því, það er notað mjög lítið af orku í íbúðarhúsnæði önnur en raforka og það fylgir í sjálfu sér sára lítið losun raforkunotkun. Ástæðan fyrir því að það fylgir einhver losun raforkunotkun er svo að hluta raforkun er framleiddur í vassafliskinum þar sem að eru uppistöðulón sem losa gróðurhúsalofttegundir og vegna þess að hluti er framleiddur í jarðvarmavirkjunum þar sem að losna líka gróðurhúsalofttegundir. En þetta er raun og veru algjört smáræði í stóra samhenginu og væri allt öðruvísi ef hús væri hittuð með olíu. Þannig að samanlögð losun út frá þessum liði sem sagt allt sem á sér stað í íbúðarhúsnæði eru 1364 tonn á árinu miðað þær forsendur sem við vorum með. Í atvinnuhúsnæði er það ennþá minna vegna þess að raforkuna tókum við alla inn í íbúðarhúsnæði af því að við höfum ekki forsend til að skiptinni af því að tölurnar frá Netorku þær greini ekki á milli tegundar kaupenda þannig við tókum raforkuna bara inn alla á einu bretti og þar alveg skiptist hún ekki eins og nægt að skiptast. Þannig að þetta eru einhverja tölur sem eru áætlaðar út frá landsmeðaltali og skiptir engu máli í heildinni. Iðnaður, það er einn tala sem skiptir kannski smá máli og það er losun hjá steinullaverksmiðjunni sem er eitthvað 10.000 tonn á ári. Hljómar alveg sem stór tala en hún er það ekki í stóra samhenginu. Og síðan það er engin orkuiðnaður sem að losar eitthvað, landbúnaður, skógrækt og fiskiðnaður, þetta er raun og veru inn í þessari tölu fyrst og fremst bara olíu og dráttarvélar vegna þess að fiskiðnaðurinn lendi líklega inn í annarri tölu á næstu glæru og þetta er ekki mjög stórvægileg tala. Ef við lítum svo á orkunotkun í flutningum þá eru vegasamgöngur með 34.000 tonn og þetta er einhverju leyti, þetta er náttúrulega alfarið reiknað út frá tölum frá flutningsjöfnunarstöð olíuvara. Skiptingin milli fólksbíla, sendibíla og flutningabíla er byggð á einhverju landsmeðaltali. Við vitum ekki alveg hver hún er í raun og veru, við vitum bara hvað var selt mikil olía á svæðinu. Við vitum við sjálfs ekki hvort að henni var allir brent á svæðinu eða brent annar staðar eða hversu mikið olíu sem keypt annar staðar er brent á svæðinu. Þannig að það er til ýmsar leiðir til að áætla þetta og við fórum þessi einföldu leið að taka bara sölutölur á svæðinu og við höldum á þessi svona vel notaði nálgun. Járnbrautir, engin losun frá þeim. Sjóflutningar, þarna lentu fiskiskipin inni, þau eiga ekki að vera þarna. En við höfum ekki forsendur til að greina á milli olíu sem er seld á fiskiskip og olíu sem er seld á önnur skip. Þannig að þetta er einhver tala, þarna 21.000 og eitthvað tonn. Flugsamgöngur, það er nú afskaplega lítil tala, en tala um þessi mikið losun frá flugi, það er ekki á Norðurlandi vestra. Það eru seldir 3.404 lítrar af steinolíu á Norðurlandi vestra á síðasta ári og okkur eitthvað til að það séu 9 tonn. Það er náttúrulega engin stór flugvöllur þarna, það er sennilega einhver sala hugsanlega á flugvöllunum á Blönduósi, ég veit það ekki. Einhvers staðar var þessi steinolía seld. Við höfum ekki ástæðu til að rýna nákvæmlega í það. Þriðji flokkurinn úrgangur. Þetta er áætlað, við giskuðum bara á að það færi þarna ákveðið magn af úrgangi í urðun og við urðun losnar einhver slatti af sérstaklega metani og ef því er ekki safnað þá er það svona einhver hlýnunar áhrif og þetta gefur okkur einhverja tölu 7.000 tonn á ári. Iðnaðarferlar. Það eru bara steinolíuverksmiðjur eins og ég nefndi og það er búið að taka inn, ég sagði ykkur það áðan, olíuna sem er brenndar. Þetta er það sem losnar í ferlinu sjálfu, sem er það frá rafskautum og eitthvað slíkt og það er raun og veru sáralítið, í stóra samhenginu er það sáralítið. Aðeins áður en ég fer að tala um búfé á land, það er síðasti flokkurinn af þessum 5, þá ætla ég að breiða þetta upp, búfjártölum. Þetta er svona í aðalatriðum tölur frá MAST, það er svona með smá aðstoð við að leiðrétta þær af því að stundum er bæjarhreppur inni og stundum bæjarhreppur ekki inni, það er svona aðeins
vandrata í þeim skógi. En svona þegar maður lítur á þessa tölu þá sér maður að það er gríðarlega margt búfé á Norðurlandi vestra miðað við svona landið. Þeir eru með svona fjórðung eða 20-25% af öllu búfé á Íslandi er á þessu svæði. Hér eru til dæmis 13.884 nautgripir af einhverju tagi samkvæmt tölum MAST, töluvert fleiri en fólkið og sauðfé 115.000 tæplega roskið og við reiknum út að hefur verið 142 sláturlömb á síðasta ári. Þannig að þetta eru svona bara hinnar þessar tölur og landflokkar, þetta er sem sagt þetta er flatamál lands í hekturum, mismunandi landflokka, þetta eru sömu flokkar eins og Ísland skilar upplýsingum til loftslagssamnings Sameinuðu þjóðanna. Það eru 4 flokkar sem að við tókum sérstaklega til skoðunar. Það er nýleg skógrækt, það er nýleg landgræðsla og það er framræst land, hvort sem það er í ræktun eða ekki ræktun. Og það er áhugavert ef maður skoðar framræsta landi sem er samtals 83.000 hektarar að 83% af því landi er ekki ræktað. Það er þá ekki notað eða notað í eitthvað annað til beitar eða eitthvað slíkt. Og við lítum svo á tölurnar fyrir þennan flokk að þá sjáum við allt aðra tölur en áður. Ég var að tala um nokkur þúsund búféð, þar erum við komið með tölur sem eru nálægt 190.000 tonnum á ári. Það er munar langmestu nautgrip og sauðfé og þetta er fyrst og fremst annars vegar iðragerjun, það er sem metanmyndin í meltingavegi og hins vegar losun metans og vissu marki hláturgass frá búfjáráburði hvar sem hann annars liggur. Og svo þegar við förum að skoða landið þá erum við fyrst farin að tala um alvöru tölur. Þá erum við ekki að tala um nokkur þúsund, við erum að tala um 1,5 milljón tonna á ári. Og þarna eru 4 tölur, við tókum bara 4 landflokka, við teljum að hinir landflokkarnir vegi ekki þungt í heildinni og það er líka mikil óvissa losun frá þeim. Þannig að það er binding í nýlegri skógrækt sem við reiknum upp á 22.000 tonna á ári, sem er þá mínustala, þetta er mínuslosun. Það er binding í landgræðslu sem er 25.000 tonna á ári. Svo er losun frá óræktum framræstum jarðvegi sem eru rúmlega 1,3 en er 1,4 milljónir tonna á ári og losun frá túnum á framræstum jarðvegi sem eru 270.000 tonna á ári. Þannig ef við svona tökum þetta saman í eina töflu og tökum bara þessar 5 flokka og það eru þessar stjörnumerktu tölur, staðbundin orkunotkun, þetta sem orka notuð í byggingum, 15.000 tonn, flutningum 56.000 tonn, úrgangi 7.000 tonn, iðnaðarferðlar næstum ekki neitt, búfé 119.000 tonn, landnotkun 1577.000 tonn. Þetta eru sem sagt fyrstu tölur Norðurlandi vestra. Samtals 1774.000 eða 1.774.000 tonn af koldíoxíð ígildum árinu 2018. Þannig er þessi sama tafla ég búin að smækka næst niður, þarna niðri til hægri, áfram með þessi 1774.000 tonn og ég ætla að bregða hérna upp svona kökuriti til að sýna aðeins hlutföllin í þessu. Þetta 1% er semst orkunotkun í byggingum, hér eru 3% sem er orkunotkun í flutningum, þarna eru vegasamgöngur, þarna eru sjóflutningar og flugið, semst bæði tonnin. Þetta er meðhöndlun úrgangs, hún nær ekki 1%. Þetta eru iðnaðarferðlar, þessi er steinullarverksmiðjan, hún er langt frá því að ná 1%. Þetta er búféð, þannig er 7% og þá er bara landið eftir, það er rest. 89% af heildarlosun er frá landi, samkvæmt þessum fyrstu tölum. Ef við aðeins svona veltum þessu fyrir okkur, þá er samkvæmt þessum fyrstu tölum heildarlosun eða var 1774.000 tonn. Heildarlosun á Íslandi 2017, þar erum við ekki með sama ára því það er ekki komna tölur við 2018, voru 9,3 milljónir tonna. Þannig að hlutfall Norðurlands vestra með þær tölur í landslosunni er 19%, en íbúarnir eru 2%. Ef við veltum þessu aðeins meira fyrir okkur og skoðum sérstaklega framræstan jarðveg, að þá er losun frá framræstu landi, sem sagt í ræktun og ekki ræktun, samkvæmt þessum tölum, rúmlega 623.000 tonn, það er þessi 1,6 milljónir tonna. Þetta er 91,5% af heildarlosun svæðisins. Ég talaði áðan 88% sem var heildarlosun frá landi, 88,9%. En þessi talar ennþá herri vegna sinn í heildarlosun frá landi er binding í skógrækt og landgræðslu sem kemur aðeins þarna móti. Þannig 91,5% samkvæmt þessum fyrstu tölum af allir losun í landshlutanum eru vegna framræsts lands. Og hvar er allt þetta land? Aðeins að bregða hérna upp tveimur kortum. Í grófum dráttum þá eru þessi bláu flekkir á þessu korti, það eru skurðir. Þetta er sem sagt land sem búið að ræsa fram.
sést kannski aðeins betur á þessu korti. Það er þessi svona brúnleiti litur, þetta eru framræsta landi á Norðurlandi vestra. Inn í þessum brúnleita lit er svona dálítið af svona blágrænum lit sem eru tún, sem eru á framræstu landi. Svo sést fleira skemmtilegt þarna, það eru svona dökkgrænir litir sem er skógrækt og þarna efst upp á heiði er svona einhvers konar fjólublár litur sem er uppgræðsla. Þetta er náttúrulega uppgræðsla á væntanlega Auðkúluheiði og Eyvindarstaðaheiði, aðallega Auðkúluheiði líklega sem sést þarna. Þannig að svona meginniðurstaðan já, við þurfum að gera aðgerðaáætlun og hún á frumstigi en það er alveg ljóst hvar tækifærin liggja. Þarna liggja sem í þessum skurðum liggja samkvæmt þessum fyrstu tölum 91,5% af allri losun landshlutans. En við þurfum samt að muna, og þetta sé náttúrulega mjög sláandi, þá þurfum við samt að muna að allt skiptir máli. 0,1% er ekki of lítil losun til þess að reyna ekki að gera eitthvað í henni. Takk, þetta var síðasta glæðan. Já, við þakkum Stefáni fyrir fróðlega fyrstu tölur, bíðum spennt eftir lokatölum, einhvern tíma að koma þær. Síðlanætur, já, undir morgun. Einhverjar fyrirspurnir? Ætlaðir að vera með míkrofónin? Nei, það er út af þessu strengt, sko, þá eru kynna sig fyrst og Já, Þórarinn Magnússon heiti ég og er bóndi hér í Skagafirði og mér langar til að spyrja á hvaða grunni byggir Stefánsson tölur losun úr jarðvegi? Er það skýrslu Jóns Guðmundssonar eða hefur hann aðrar heimildir og fleiri bak við þær tölur? Öðru lagi langaði mig til að minna á að því að metan er alltaf í umræðinni að metan er lofttegund sem eyðist í andrúmsloftinu á 10 árum. Þannig að metanið sem að Búkolla sendir frá sér í dag, á sama tíma er metanið sem að Skjalda sendir frá sér fyrir 10 árum, restin af því er að eyðast akkurat á sama tíma. Þannig ef að gripum ekki fjölgar, þá er metanið andrúmslofti bara sama tala. En aðalega vildi ég frekar heimildi fyrir losun úr jarðvegi. Já, takk fyrir þessar spurningar. Fyrst þetta með heimildirnar. Við byggjum útreikninga á losun frá jarðvegi á losunarstuðlum sem eru notaðir hjá Vísindanefnd Sameinuðu þjóðanna og höfum hliðsjón af skýrslu Jóns Guðmundssonar. Það er viss munur þarna á, alþjóðlegu tölurnar sem að Sameinuðu þjóðirnar nota eru þannig að það er reiknað með að losun, brúttóllosun frá framræstu jarðvegi sé 27,5 tonn á hektar á ári. Frá því dragast 3 tonn á hektar á ári sem eru umreiknuð metanlosun frá óröskuðu votlendi, þannig að nettótalinn er 24,5 tonn. Nettótala Jóns Guðmundssonar er 19,5 tonn og við höfum notað hana því hún er lægri, það er svona varlegri áætlun. Varðandi þetta með metanið, það náttúrulega eina sem við höfum til að styðjast við er auðvitað bara aðferðir Vísindanefndar Sameinuðu þjóðanna og það er búið að reikna endingartíma metans inn í hlýnunarmátt metans. Þannig að þetta ásvar sem að koma rétt út. Hlýnunarmáttur metans er í nýjustu skýrslu Sameinuðu þjóðanna reiknar upp á 28 sem er þá 28-faldur hlýnunarmáttur koldíoxíðs og það er búið að dreifa því ákveði mörg ár þar sem búið að taka tillit til niðurbrotstíma metans því að metan brotnar vissulega niður sem koldíoxíð gerir ekki en þá er búið að fella það inn í en auðvitað þetta náttúrulega breytist örlítið með hverju skýrslu sem kemur. Reyndar hefur hlýnunarmátturinn verið hækkaður, hann var 25 í það sem heitir ástandsskýrsla 4 sem kom út, ég man ekki hvernig, 2010. Í ástandsskýrslu 5 sem er ennþá byggt á og þar er hann komin í 28. Það er líklega skýrslans komið 2014. Þannig að þetta eru bara þær tölur sem að þjóðir heims nota til að miða við og auðvitað, menn geta haft alveg mismunandi skoðanir á því en þetta er eina sem við höfum til að byggja á. Já, þakkum Stefáni fyrir þetta. Fleiri fyrirspurnir? Ég kem bara nær. Mér langar að benda á að það er starfandi
Norðurlandi vestra. Ég heiti Sigríður Hjaltadóttir og ég er umhverfisfræðingur eða umhverfisfulltrúi hjá Heilbrigðiseftirliti Norðurlands vestra. Ég ætla bara að benda á að Heilbrigðiseftirlitin á svæðunum geta verið gagnaveitur fyrir frekari gagnaupplýsingar. Takk. Bara takk fyrir það. Það er gott að fá svona ábendingar. Takk. Fleiri fyrirspurnir? Ef svo er ekki þá þökkum við Stefáni fyrir hans ávarp. Og næsta á dagskráni er heimsmarkmiðið og aðgerðir stjórnvalda. Það er Áslaug Karen. Gjörðu svo vel. Já, takk fyrir það og kæra þakkir fyrir að bjóða mér. Ég heiti semst Áslaug og er sérfræðingur í utanríkisráðuneytinu en er einnig fulltrúi ráðuneytisins í verkefnastjórn stjórnvalda heimsmarkmiðin sem er leidd af forsætisráðuneytinu en í góðu samstarfi við utanríkisráðuneytið þar sem við förum með málefni Sameinuðu þjóðanna og ég var semst ráðin inn á síðasta ári þá fyrst og fremst til þess að huga að upplýsingamálum. Þannig að það er svona minn bakgrunnur. En ég ætla semst að fjalla heimsmarkmiðin og aðgerðir stjórnvalda að það er að segja ríkisins í að innleiða þau frá því að þau voru samþykkt en einnig að fara semst yfir á svona inntak og eðli heimsmarkmiðina. Og þetta eru heimsmarkmiðin góðu, þau eru 17 talsins með alls 169 undirmarkmið og það verið gaman að taka hérna smá svona skyndikönnun yfir salinn hversu margir hérna höfðu heyrt heimsmarkmiðin áður að koma hingað í dag. Það er bara 100% næstu því. Hversu margir telja sig þekkja þau vel? Það eru aðeins færri en samt nokkrir, það er gott. Fyrir ykkur þá verður næsta glæra bara svona upprifun en hérna þetta er sem sagt heimsmarkmiðin og þau byggja á grunni þúsaldarmarkmiðana ef við munum eftir þeim. Þau giltu frá árinu 2000 til 2015 en heimsmarkmiðin taka við og gilda semst frá 2015 til 2030. Þúsaldarmarkmiðin voru annars eðlis, þau voru 8 talsins og þau tóku fyrst og fremst mið á þróunarríkjum. Það er að segja að bæta hag fólk sem býr í þróunarríkjum og þau skiluðu gríðarlegum árangri og það er kannski ekki tilfinning margra að heimurinn sé að batna svona með þær fréttir sem við fáum yfirleitt utan heimi en á þessu tímabili frá 2000 til 2015 þá minnkaði sára fátækt í heiminum helming, sömuleiðis mæðradauði og ungbarnadauði en þúsaldarmarkmiðin voru kannski fyrst og fremst gagnrýnd fyrir það að það var ennþá verið að vinna rosalega mikið í sílóum og það var ekki beint, þau tóku ekki mið af því að sem sagt, framgangur á einu sviði geti haft áhrif á annað. Þannig að það var ekki eins mikill árangur eða það var bara ekki árangur á umhverfislegu stóðunum. Þannig að árið 2012 tóku ríki sig saman og héldu hérna ráðstefnu í Ríó +20 ráðstefnan sjálfbæra þróun. Þar sem var ákveðið hérna 193 ríki Sameinuðu þjóðanna ákveða að byggja á þessum góða grunni og þessum góða árangri þúsaldarmarkmiðanna setjast aftur við samningaborðið og gera enn betur og taka þá með af þessum samverkandi áhrifum markmiðana. Þannig að við tók 3 ára samningavinna sem að Ísland tók virkan þátt í og þá aðalega á vettvangi fastanefndar Íslands hjá Sameinuðu þjóðunum í New York og við lögðum áherslu á þessi markmið þar sem að Ísland hefur ákveðna sérþekkingu og mikið fram að færa
og það eru þá jafnrétti kynjanna, sjálfbær orka, líf í vatni, það er sjávarútvegsmálin og síðan landgræðsla. Auk þess sem við lögum áherslu á að finna lækningu við taugasjúkdómum og mænuskaða. En þetta var niðurstaðan. Þau eru 17 markmið, 169 undirmarkmið og þau byggja á þessum 3 stoðum sjálfbæra þróunar sem er önnur útkoma af þessari Ríó + 20 ráðstefnu að sjálfbær þróun byggir á efnahagslegum, félagslegum og umhverfislegum þáttum. Og það eru þessi 5 megin þemu sem eru á ensku kölluð PN5 sem stendur þá fyrir People, Planet, Prosperity, Peace and Partnership. Þetta, við náðum ekki að þýða þetta allt með sama uppástaf en þetta er mannkynið, jörðin, hagsæld, friður og samstarf. Og ólíkt þúsaldarmarkmiðunum þá eru þau algild. Þau gilda ekki einungis þróunaríki, heldur ber hverju einu ríki að innleiða þau í bæði innlendu og alþjóðlegu starfi. Og þau eru samverkandi og mótverkandi. Þannig að þetta þarf að hafa í huga í hver skipti sem við erum að vinna að markmiðunum að þau hafa áhrif hvort á annað. Og ég hef yfirleitt tekið svona dæmi það hvernig þetta getur birst. Til dæmis ef ég ætla bara að leysa hungur heimsins, það verður bara mitt framlag til heimsmarkmiðanna er að bara að tryggja það að það verði engin hungraður og svo geta bara einhver aðrir síðan rest. Þá mitt markmið er bara markmið 2 ekkert hungur. Þá felli ég bara alla skóga og gerir ræktaland og fæði heiminn. En það er ég augljóslega að vinna gegn markmiði 15 líf á landi og verndun vistkerfa. En að samaskapi geta aðgerðir í þágu eins heimsmarkmiðs haft mjög jákvæðar afleiðingar fyrir framgang annarra heimsmarkmiða og við sjáum þetta mjög skýrt til dæmis í þróunarsamvinnunni hjá okkur í utanríkisráðuneytinu. Við erum að vinna í ríkjum í Afríku fyrst og fremst þar sem við erum til dæmis að byggja brunna og vatnspósta og veita fólki aðgang að hreinu vatni og hreinlætisaðstöðu sem að í fyrstu sýn lítur út fyrir að vera bara aðgerð í þágu markmið 6 hreint vatn og hreinlætisaðstöðu. En þetta er auðvitað gríðarlegt heilbrigðismál, þannig að þetta er markmið 3 líka. En að sama skapi í þróunaríkjum þá er þetta oft unglingsstúlkur eða sem konur á bæjunum sem að hafa þetta hlutverk að safna vatni og eru kannski í marga klukkutíma á dag farandi marga kílómetra leið að sækja óhreint vatn og bera það tilbaka og gera lítið annað yfir daginn. En leið og við erum búin að byggja upp brunna og veita fólki aðgang að hreinu vatni að þá hafa þessar stelpur fullt af tíma og geta jafnvel fara í nám og sótt skóla. Þannig þar eru við að vinna að markmiði 5 og 4 sömuleiðis. Þannig þetta er svona það sem þarf alltaf að hafa í huga þegar við erum að vinna að heimsmarkmiðunum. Og það er sérstaka áhersla, það er svona eiginlega motto heimsmarkmiðanna, það séu engir einstaklingar eða hópar skildir eftir. Það er þetta leave no one behind. Og það endurspeglast í því að við eigum ekki eingöngu að vera að líta til meðaltala, heldur þurfum að horfa sérstaklega til hópa, jaðarsettra hópa í samfélaginu og hvernig vinna okkar að heimsmarkmiðunum getur haft áhrif á þessa hópa. Og annað sem er mikilvægt að hafa í huga er að heimsmarkmiðin eru ekki alþjóðasamningur. Það er engin ein leið til þess að innleiða heimsmarkmiðin. Þetta er svona heiðursmannasamkomulag sem að öll ríki heims gerðu með sér og þeim ber í rauninni að útfæra sjálf hvernig þau eru að innleiða þau, sem er bæði spennandi en líka mjög krefjandi. En það er þessi árlegi fundur út í New York, ráðherrafundur, þar sem er tekin fyrir ákveðin markmið og svona mælt að sérfræðingar hittast og mæla svona framgang þeirra fram til þessa. Auk þess sem að ríkjum sem sagt gefst kostur á því að segja frá sinni innleiðingu og hvernig þau eru að vinna að heimsmarkmiðunum. Og Ísland er sem sagt að fara að gera þetta í fyrsta skipti núna í júlí, í sumar. Þá fer forsætisráðherra út og kynnir skýrslu sem við erum að klára bara í þessum 12 orðum og segir frá því hvað stjórnvöld hafa verið að gera þess ríkið frá því að heimsmarkmiðin voru samþykkt. Og aðeins þá aðgerðir stjórnvalda fram til þessa, fyrsta markvissa skrefið sem að Ísland tók, ríkið tók til þess
að innleiða heimsmarkmiðin var að stofna þessa verkefnastjórn sem var endurskipuð á síðasta ári en núna í haust og núna eiga sem sagt fulltrúar í verkefnastjórn, eða sem sagt öll ráðuneyti eiga fulltrúa í verkefnastjórn sem og Hagstofan og Samband íslenskra sveitarfélaga, auk þess sem að við erum með 2 áheyrnarfulltrúa, einn frá ungmennaráði heimsmarkmiðana og einn frá félagi Sameinuðu þjóðanna. Og fyrsta svona verkefni verkefnastjórnarinnar var bara að taka stöðuna. Við erum með þessi 169 undirmarkmið og hvar stendur Ísland gagnvart þeim. Þannig að þá fór í gang mjög mikil greiningavinna og við skiljum stöðuskýrslu í fyrra, sem sagt í júní 2018, þar sem við greindum stöðu Íslands og út frá hverju einasta 169 undirmarkmiði, en lögðum jafnframt til 65 forgangsmarkmið. Það er ljóst að Ísland hefur náð einhverjum af þessum markmiðum, sérstaklega þeim sem taka sérstaklega til þróunarríkja, þannig að bara til þess að einfalda vinnuna að þá settum við fram þessi 65 forgangsmarkmið og vildum sem sagt forgangsraða þeim markmiðum þar sem við eigum langt í land, sem eru áskoranir fyrir Ísland og val á forgangsmarkmiðum kom til eftir sem sagt mat frá gögnum frá Háskóla Íslands sem mátu öll gögn sem við höfðum og lögðu til svona ákveðin ramma það hvernig við gætum forgangsraða. En niðurstaðan var þessi 65, rúmlega helmingur af þeim er í alþjóðastarfi, sem helst þá í þróunarsamvinnunni okkar, en tæplega helmingur í innanlandsvinnu. Og við höfum einnig tengt heimsmarkmiðin við fjármálaáætlun. Þannig að núna þegar ráðuneytin að skila inn markmiðum í fjármálagerð, að þá er búið að tengja sem sagt, þau markmið við markmið allt niður á undirmarkmið heimsmarkmiðana og þannig getum við líka með betri leið séð erum við að setja raunverulega eitthvað fjármagn í það sem við ætlum að gera og áttum okkur líka betur á ábyrgðinni hvaða ráðuneyti ber ábyrgð á hverju markmiði. En þessum sem sagt 169 undirmarkmiðum fylgja síðan 232 mælikvarðar og Hagstofa Íslands sem á fulltrúa í verkefnastjórninni heldur utan tölfræðina og mælikvarðana og samhliða skýrslunum sem við förum með til Sameinuðu þjóðanna er tölfræði viðauki þar sem við erum búin að ná að mæla sem sagt 70 af þessum mælikvörðum. Við metum það líka svo að sumir eiga ekki við Ísland og í framhaldinu mögulega verða til einhverjir landsmælikvarðar sem mæla betur ástandi á Íslandi en svona er staðan í dag. En við leggjum líka mikla áherslu á kynningamálin. Eðli markmiðana er auðvitað þannig að það þurfa bara flestir og helst allir að tileinka sér þau og vinna þessu saman. Þetta er svona stóra framkvæmda áætlun heiminn sem við viljum sjá árið 2030 og til þess að fá fólk í lið með okkur þá þarf fólk að þekkja þau. Þannig að við hefum lagt áherslu á að kynna heimsmarkmiðin fyrir sem flestum og við meðal annars farið í 2 herferðir til þess að reyna að auka vitund almennings. Fyrsta var keyrð aðalega á samfélagsmiðlum og sýndi Loga Bergmann svona aðeins með kraft í vöngum að segja fréttir frá framtíðinni hvað heimurinn væri nú orðinn frábær árið 2030 þegar við erum búin að ná öllum markmiðunum. Seinni herferðin var eilítið öðruvísi og þá vorum við fyrst og fremst að fjalla þróunarsamvinnuna og hún var sem sagt fjármögnuð af utanríkisráðuneytinu og þar sendum við 15 ára stúlku til Úganda, eitt af samstarfsríkjum Íslands í þróunarsamvinnu og hún var svona að spegla sinn veruleika við veruleika 15 ára unglinga í Úganda og allt út frá heimsmarkmiðanum. Svo herferð það voru 3 þættir sem voru gerðir og sýndir á RÚV núna í desember, veit ekki hvort þið hefði séð, vonandi samt. En við höfum gert viðhorfskannanir og erum að kanna sýnum það betur á næstu glæru en við erum svona að reyna að fylgjast með því hvort að þetta sé nú að virka hjá okkur, hvort að vitundin sé að aukast og það er mjög ánægjulegt að segja frá því að hún fer hratt vaxandi og það sem við erum með í vinnslu núna sem er mjög spennandi og byggir á erlendum fyrirmyndum er svokölluð heimsmarkmiðagátt og það er bara gátt sem við viljum opna á vefnum þar sem að hver sem vill, hvort sem það er sveitafélag, einstaklingur, fyrirtæki, félagasamtök, skóli að getur setta inn
verkefni og sagt frá því hvernig þau að vinna með heimsmarkmiðin. Að því maður stöðugt að heyra þetta, já, varstu ekki búin að heyra þennan skóla hérna, hann allur að pæla í heimsmarkmiðunum, varstu ekki búin að heyra þetta fyrirtæki hérna sem búin að innleiða heimsmarkmiðin í sína samfélagsábyrgð og þarna væri svona hægt bæði að fá hugmyndir frá einhverjum öðrum sveitafélögum getur speglað sig við hvort aðra mynda hópa, að það svona vonin að það verði, að þessu verði vel tekið og þetta hefur gefið góða raun erlendis, til dæmis í Finnlandi, þar sem að svona gátt hefur verið rekin í nokkur ár. Já, ég ætla að fjalla aðeins vitundina sem að vaxa. Hún var 46% svona fólk sem hafði annarkvort heyrt eða það segist þekkja til heimsmarkmiðana hérna í janúar 2018 en núna komin upp í 65,6%. Þannig okkur finnst mjög gaman að segja frá því að við getum sagt að tæplega 2/3 Íslendinga hafa að minnsta kosti heyrt heimsmarkmiðin sem töluvert meira en margar aðrar þjóðir geta sagt og þetta skiptist nú eitthvað, þetta nú ólíkt aðeins eftir aldursspili og menntun sem svona einu marktæku, einu breytin á þessum marktæku munur en hérna það er nokkurt að staldra neitt lengra við þetta. Eitt af því sem við erum mjög stolt að því hafa gert að við stofnuðum ungmennaráð heimsmarkmiðana. Það er mjög mikilvægt að eiga í góðu samtali við ungu kynslóðina þegar kemur að heimsmarkmiðunum. Þetta er kallað svona kynslóð 2030, þau sem munu taka við keflinu þegar tími heimsmarkmiðana mun renna til sitt skeið og hvernig við ætlum að skila þeim jörðinni. Og þetta er ungmennaráð sem er skipað 12 fulltrúum í Sverðarlandinu. Þau eru á aldrinum 13 til 18 ára, þannig að þau eru svona í yngri kantinum, þetta eru rauninni börn. Og þau funda 6 sinnum á ári og þar af einu sinni með ríkisstjórn. Og þau hittu ríkisstjórn núna 15. mars, held ég alveg örugglega, var í mars allavega. Þar sem að þau lögðu þau bara fram sína aðgerðaáætlun sem að þau hefðu samið sjálf eftir sína vinnu í vetur. Þetta er það sem okkur finnst skipta máli, þetta er það sem við viljum að þið gerið til þess að innleiða heimsmarkmiðin og veit okkur bara rosalega gott aðhald og eru mjög aktív og hafa verið að tala á hinum og þessum fundum fyrir utan þennan skipulaða fundatíma og það er semst verið að endurskipa í ráði núna, þau eru skipuð 1 ár senn. Þannig að svo vinna stendur einnig yfir. En eins og ég segi, það er bara mjög mikilvægt að eiga í stöðugu samtali, samstarfi og samráði við sem flesta og eðli heimsmarkmiðana alveg frá því þau voru stofnuð að það sé allt opið og gegnsætt og helst að það sé svolítið bottom up. Heimsmarkmið voru samin þannig, það fengu bara allir sæti að borðinu sem vildu og það voru fjölmörg félagasamtök sem tóku þátt í þeim samningaviðræðum og meira þess að fundirnir, samningaviðræðurnar, það getur hver sem hefur áhuga bara horta á þá á vefnum ef þeir hafa áhuga. En við erum sem sagt, Samband Íslenskra sveitarfélaga er með fulltrúa í verkefnastjórninni en á síðasta haust samþykkti sambandið að fara að vinna markvisst að kynningu heimsmarkmiðanna til sveitarfélaga og það var haldinn kynningafundur í febrúar á Grand Hotel þar sem það var uppselt, það var bara komist færra en vildu og það er gríðarlega gaman að sjá það hvað mörg sveitarfélög eru í rauninni farin nú þegar að vinna með heimsmarkmiðin þó að eins og ég segi þetta er ekki samningur og fólk fer ólíka leiðir að því en að þau séu farin að máta sig við þau. Og atvinnulífið, verkefnastjórnin gerir samstarfssamning við Festu að kynna markvisst til fyrirtækja og sömuleiðis gerum við samstarfssamning við Almannaheill sem er svona reglífa samtök fyrir félagasamtök að kynna þau fyrir þá þriðja geiranum félagasamtökum. Og mér langar líka að nefna þennan samstarfssjóð utanríkisráðuneytisins sem var stofnaður í fyrra haust og er sem sagt samstarfssjóður heimsmarkmiðin í þróunarsamvinnu þannig að fyrirtæki sem hafa hug á því að vinna að verkefnum í þróunarríkjum geta sótt styrk í þennan sjóð og það er verið að fara útluta úr honum núna í fyrsta sinn bara á næstu dögum held ég. Þetta voru 9 fyrirtæki sem sóttu svona í fyrsta kastinu og það verður gaman að fylgjast með því.
Við settum skýrsluna sem við munum leggja fyrir Sameinuðu þjóðirnar í samráðsgátt og það bárust alls 8 umsagnir og sem sagt loka skýrslan sem við munum leggja fyrir mun taka tillit til þessara umsagna. Og þetta finnst mér alltaf mjög skemmtileg mynd. Við erum líka að vinna með embætti landlæknis að innleiða heimsmarkmiðin í starf heilsueflandi samfélags. Þetta mörg sveitarfélög og svæði sem hafa skrifað þennan samning við embætti landlæknis að gerast heilsueflandi samfélag og okkar von að samhliða því starfi sé kynning og innleiðing á heimsmarkmiðunum. Þannig að ef þú ert að vinna í þeirra prógrami þá ertu á sama tíma að vinna að heimsmarkmiðunum. Og þau létu þýða þessa mynd frá Alþjóðaheilbrigðismálastofnuninni sem sýnir einmitt með svo skýrum hætti hvernig markmiðin tengjast öll innbyrðis. Þannig að ef þú ert að vinna að heilsu og vellíðan að þá áttu þessa snertifleti við öll hin markmiðin. Og núna ætla ég að sjá í lokin hvort að ég nái að spila eitt myndband. Sýnst það ekki ganga. Þetta átti að vera Logi Bergmann að flytja okkur fréttir. En annars þakka ég bara fyrir mig. Já, við þökkum Áslaugu fyrir einhverja fyrirspurnir. Ef svo ekki þá bara þakkum við þér fyrir erindið. Þá það næst á dagskráni virkjun heimsmarkmiða í skipulagsmálum. Það Ásdís Lök Theódórsdóttir, forstjóri Skipulagsstofnunar. Gjörðu svo vel. Listamannanum. Komið sælatsumul og takk kærlega fyrir tækifærið að vera með ykkur hérna í dag og tek undir með fyrir framsöguminu til hamingju með þetta framtak og takk fyrir það og ekki síður verkefnið kolefnisbókhaldið sem afskaplega gott frumkvöðustarf og mikilvægt fyrir svo margt í samfélaginu og þar á meðal spekulasjónir í skipulagsmálum og landnýtingu almennt. En í þessu samhengi hér hvað við getum gert í umhverfismálum að þá kemur í minn hlut að kannski halda áfram með það sem að fyrir ræðumaður var að tala og spekula svolítið í því hvernig við getum virkjað heimsmarkmiðin í skipulagsmálum og skipulagsgerð. Og þá kannski rétt að byrja því svona til þess að koma okkur öllum á svipaðan stað að taka eitt svona 101 í skipulagsmálum, hvað er yfir höfuð skipulag, hvað telst í skipulagsgerð. Nú skipulag formleg bindandi áætlun hverrar sveitarstjórnar fyrirkomulag byggðar og mótun umhverfis. Og það unnið skipulag fyrir allt land og alla uppbyggingu og það auðvitað sveitarfélögin sem að bera þar mesta ábyrgð og fara með flest verkefnin en það jafnframt mótuð stefna á landsvísum skipulagsmál sem að kallast landsskipulagsstefna. Og í skipulagi okkur ætlað að horfa til langs tíma, okkur ætlað að samþætta ólík sjónarmið og leggja til grundvallar almannahagsmuni og sjálfbæra þróun. Og þess vegna má kannski í reynd lýsa skipulagsgerð svolítið með sömu formerkjum og orðum og notið heimsmarkmiðin og voru nefnd hérna áðan. Þar sem heimsmarkmiðunum lýst þannig að þau séu markmið sjálfbæra þróun og fel í sér framkvæmd áætlun í þágu mannkyns, jarðar og hagsældar. Það kannski svolítið, kannski
mikið sagt en enga síður þá eru þetta nú viðfangsefnin í skipulagsgerðinni. En hvað erum við að gera í skipulagi? Jú, við erum að ráðstafa, við erum að taka ákvarðanir til framtíðar hvernig við ráðstöfum landið. Og við erum að ráðstafa því til mismunandi nota, íbúðabyggðar, frístundabyggðar, iðnaðar, landbúnaðar, náttúruverndar, orkuvinnslu og svo framvegis og við erum líka að taka ákvarðanir hvernig fyrirkomulag byggðarinnar, útfærslu mannvirkja og hversu nýtingin er intensív. Og okkur ætlað að móta skipulag í samráði við almenning og aðra hagsmunaaðila og okkur líka ætlað að móta skipulagsákvarðanir með umhverfismati. Það er að segja að nýta okkur umhverfismat í umræðinu og ferlinu til þess að reyna að sjá fyrir hver eru áhrif af ólíkri nýtingu lands og uppbyggingu með það í huga að við mótum hina endanlegu skipulagsákvörðun út frá þeirri þekkingu og vitneskju. Og skipulag eru unnið á mismunandi mælikvarða eins og þessi glæra á að lýsa. Á landsvísu erum við jú að vinna skipulagsstefnuna, landsskipulagsstefnu. Sveitarstjórnir eru síðan með sitt aðalstjórntæki í skipulagsmálum aðalskipulagið þar sem að þær móta ákvarðanir landnotkun til framtíðar fyrir allt land innan marka sveitarfélagsins. Nú síðan unnin deiliskipulag fyrir einstaka minni reiti og svæði þar sem að uppbygginga fyrirhuguð og síðan geta sveitarstjórnir líka bundist samkomulagi við nágrannar sínar og mótað svæðiskipulag tiltekin sameiginleg viðfangsefni sem að geta þá verið svæðiskipulag sem taka til viðkomandi landshluta eða annara stærri heilda. Og það eingöngu á höfuðborgarsvæðinu sem að sveitarfélögum skylt að vinna svæðiskipulag en annars staðar þetta þá ákveðnaratriði sveitarfélag á hverjum tíma og sveitarstjórnar hvort að þau telja tilefni til svæðiskipulagsgerðar. En hvaða skala sem við erum að vinna, hvort sem við erum að vinna deiliskipulag þar sem við erum að útfæra byggð og nýtingu af mikilli nákvæmni og ítarlega eða við erum að vinna á fyrir sveitarfélagi í heild eða jafnvel landshluta eða landi, að þá þurfum við alltaf að hafa skýr leiðarljós hvað er æskileg þróun og við þurfum líka að hafa skýra mælikvarða á þessa æskilegu þróun. Og það er þar sem að við sjáum heimsmarkmiðin sannarlega geta komið að notum og við getum virkjað þau eins og ég kalla það í þessari tölu í skipulagsvinnu. Og mér langaði þess vegna að deila þess með ykkur hvernig við erum að vinna með að flétta heimsmarkmiðin inn í vinnu við landsskipulagsstefnu þessa mánuðina og misserin. Það er fyrir hendi nú landsskipulagsstefna 2015 til 2026 sem að Alþingi samþykkti 2016 og við erum að vinna eftir sveitarfélög og ýmsir aðilar fleiri í stjórnkerfinu. Og síðan sem sagt fól umhverfis- og auðlindaráðherra okkur og skipulagsstofnun í fyrra að hefja vinnu við að leiða það að vinna viðbætur við þessa gildandi landsskipulagsstefnu og þetta rit þarna hægra megin sem sést á glærunni og ég held að hér er lýsing fyrir þá vinnu sem við kynntum fyrr í ár og þar er meiningin að bæta við sem sagt gildandi landsskipulagsstefnu. Gildandi stefna fjallar með einum öðrum hætti skipulagsmál í þéttbýli, í dreifbýli, á miðhálendinu og á haf- og strandsvæðum. Það eru þessar lóðréttu súlur þarna á myndinni og hugmyndin með þessum viðbótum sem við erum vinnaða núna, það er að dýpka stefnuna og bæta við hana hvað varðar sérstaklega hvernig við getum betur tekið á loftslagsmálum, landslægi og lýðheilsu í skipulagsvinnu. Og það er þá hugmyndin að það filtrar í gegnum eða varð eftir atvikum hvort sem skipulagsgerð í þéttbýli, skipulagsgerð í dreifbýli, í óbyggðum eða á fjörðum og flóum. En í því bréfi þar sem að umhverfis- og auðlindaráðherra fól okkur að hefja þessa vinnu síðastliðið ár, þá tók hann jafnframt sérstaklega fram að hann vildi að litið yrði til heimsmarkmiða Sameinuðu þjóðanna í þessari vinnu og þá sérstaklega markmiða 11 og 13. 11 fjallar sjálfbæra borgir og samfélög og þetta svona í rauninni svona skipulagsmarkmiðið eiginlega má segja
af þeim 17 og síðan það markmið 13 sem að fjalla sérstaklega aðgerðir í loftslagsmálum. Þannig að við höfum horft sérstaklega til þeirra en þó alls ekki einvörðungu. En þá var það þegar við fórum að leggja ráðinu hvernig við ættum að nálgast þetta verkefni að þá og við fögnuðum þessari áherslu sérstaklega þá þurftum við svolítið að leggja höfuðið í bleyti og hugsa hvernig best að flétta heimsmarkmiðin í skipulagsvinnu. Auðvitað eru einhver fordæmi og fyrirmyndir hægt að finna sérstaklega erlendis en við þurftum svolítið að leggjast yfir þetta og velta þessu fyrir okkur. Og eftir hafa legið undir feldi að þá var það okkar niðurstaða að það væri snjallast að flétta heimsmarkmiðin og þeirra áherslur inn í skipulagsvinnuna í gegnum umhverfismat stefnunar. Og við gerum það þá þannig að þegar við erum komin með fyrstu hugmyndir að stefnu sem að verður þá að forma einhvers konar vinnslutillögu og þá mátum við þær hugmyndir sem þar eru settar fram við heimsmarkmiðin og við athugum hvort að sú stefna styður heimsmarkmiðin, vinnur gegn þeim eða varðar þau kannski lítið eða síður og hugmyndin svo þá að byggja endanlega mótun og útfærslu endanlega skipulagsstefnu á því hvað við fáum út úr þessu mati. En eins og kom hér fram hjá fyrri ræðumanni, þá eru markmið dálítið mörg. Þau eru sem sagt 17 og hvað eru þau? 169 undir markmið. Þannig að okkur ógst það líka dálítið í augum. Hvernig einhvern veginn nær maður að konkretisera þetta fyrirgefið að ég sletti. Þannig að við höfum yfirsýn yfir hver þessi viðmið eru sem við ætlum að vera að horfa til. Og þarna leiðum við okkur að ganga dálítið langt í að einfalda og bæði að leyfa okkur að velja úr hvaða markmið við töldum að vörðuðu beint og óbeint ákvarðanir landnýtingu og þróun byggðar og hvaða markmið vörðuðu beint og óbeint aðstæður á Íslandi. Og með því að gera það að þá leyfum við okkur að gera þetta hér. Og við segjum þetta eru þau 11 markmið af 17 sem að við sjáum mest og best hafa með það að gera og geta stutt okkur í því að taka betri ákvarðanir landnýtingu og þróun byggðar. Og rétt kannski að nefna það að þegar í þessari síun að þá notuðum við meðal annars þau forgangsmarkmið sem búið var að setja fram á íslensku stjórnvöldum og við tókum þau sem útgangspunkt og völdum þar úr. Og úr þessu varð sem sagt þetta mengi hér sem svona þá þessi 11 af 17 sem að við leyfum okkur að horfa fyrst og fremst til. Ég sagði að við hefum lagt vinnu í að einfalda og við gerum það ekki bara með því að velja úr. Við leyfum okkur líka að horfa á sjálf markmiðin, þessi 169 orðuðu undir markmið og horfa á hvernig við gætum dregið ennþá skýrar og skarpar fram í sem fæstum orðum og sem gegnsæjast hver er þráðurinn, hvert er efnið sem við viljum vera að horfa hérna til og hafa alltaf styðja okkur í að taka góðar skipulagsákvarðanir. Og mér langar aðeins að deila með ykkur dæmum hvernig við gerðum þetta. Hér sem að ég veit, þetta er alltaf besta sem maður segir klæru og ég veit að þið sjáu ekki hvað stendur þarna. En allavega, ég segi það samt og samt klæran svona. En hér á klærinu sem sagt tekið upp úr skýrslunni sem að nefndar hér áðan forgangsmarkmið íslenskra stjórnvalda og þarna eru sem sagt tiltekin þau undir markmið sem varða markmið 3 heilsu og vellíðan sem að íslensk stjórnvöld hafa sett í forgang. Og þetta eru, ef ég hef þetta rétt hérna í mér, þá var sem sagt völdu þau að búa að velja 7 af 13 undir markmiðum sem varða heilsu og vellíðan sem að íslensk stjórnvöld hafa sagt við ætlum að vinna þeim innanlands og eða á alþjóðavettvangi. Og í okkar vinnu vegna umhverfismats landsskipulagsstefnu höfum við yfirfarið þá þessi markmið og valið úr þau sem að varða beint eða óbeint mótun ákvarðanum byggð og landnýtingu
og leyft okkur að einfalda, eins og ég segi, talsvert framsetningu orðalag. Og það sem við höfum líka gert og við höfum talið eiga við fyrir þetta samhengi sem við erum að vinna í, að við erum ekki að horfa á ártölin. Við erum að horfa á efnislegt inntakið í áherslunum, ekki hvort það stendur fyrir 2000 eða 2001. Og þetta tekur á sig þessa mynd í hvað varðar markmiðum heilsu og vellíðan, að þarna sem sagt í rauninni þegar við rýnum þetta með tilliti til skipulagsákvarðana, þá er okkar niðurstaða og þá sérstaklega líka erum við að vinna landsskipulagsstefnu um loftslagsmál, landslag og lýðheilsu og horfum til þess hvað er það sem getur stutt okkur við að móta góða og skynsamlega stefnu þau efni. Og þá er okkar niðurstaða, það eru markmið 3.4 og 3.6 sem að við eigum að vera að horfa til og þá drögum við út úr þeim og einföldum og svona reynum að konkretisera alveg aftur slett ég hvað nákvæmlega inntæki þarf að vera sem við þurfum að hafa þarna til þess að styðja okkur og stýra og hjálpa okkur við að móta skýra og góða stefnu. Ég tek hér annað dæmi úr markmiði 11 sem eins og ég nefndi áðan er svona við lítum á sem má segja skipulagsmarkmiðið af þessum 17 heimsmarkmiðum. Það er markmið 11 sjálfbæra borgir og samfélög. Þarna í því tilviki þá höfðu íslensk stjórnvöld valið 5 af 10 undirmarkmiðum sem forgangsmarkmið og þarna af því einmitt að markmið 11 varðar beint skipulag byggðar að þá teljum við þau öll eiga við og við þurfum að horfa til þeirra allra. En aftur, við reytum af þessu svolítið fjaðrirnar, við tökum burt ártölin, við tökum burt það sem við sjáum ekki hafa beina þýðingu fyrir skipulagsákvarðanir og innanlandssamhengi og fáum það út svona miklu einfaldari viðmiðalista sem sést þarna hægra megin. Þetta er svo allt sett fram í þessu skjali sem er á netinu og vefslóðin er í glærunum þannig að ef þið hafið hug á að kynna ykkur þetta betur að þá hveti ég ykkur til að gera það og gögnin eiga allir að vera aðgengileg. Nú, en eins og nefndar áðan þá er þetta ekki bara markmið sem eru sett fram í heimsmarkmiðunum, það er líka vísar, umhverfisvísar eða mælikvarðar til þess að leggja mat á stöð og þróun og ástand og þar var okkur aftur kannski ákveðin vandi á höndum því að eins og komið hefur fram þá eru þessi mælikvarðar 232 og við ætlum sannarlega ekki að hafa 232 mælikvarða í umhverfismati landsskipulagsstefnu þannig að þarna þurftum við líka að vera svolítið grimm í að velja úr og draga fram þá mælikvarða sem að við sjáum fyrir að hjálpa okkur að móta góða sjálfbæra skipulagsstefnu. Og þarna horfum við aftur til þess sem hafi verið dregið út í forgangsmarkmiðum íslenskra stjórnvalda og leyfum okkur aftur þarna bæði að fækka og líka að einfalda. Og þannig að úr því verður, þetta er enda bara hluti af töflunni sem að þið sjáum við upp á glærunni núna. Þetta er þá fyrir sennilega, hvað eru þarna? 1, 2, 3... 6 af 11 markmiðum en hvað sem því líður að þá sést þarna svona kannski aðferðin sem við beitum að þarna í dálkinum lengst til hægri að þá listum við upp þessa mælikvarða sem að við erum að nota, það eru ferðamátar, umferð, loftgæði, hvað er þarna fleira, íbúar og íbúðarhúsnæði, úrgangsmeðhöndlun og svo framvegis sem að við þarna drögum fram. Það er annað sem að þessi ruglingslega mynd á að sýna og mér langar aðeins að skýra út og það er það að það sem við erum að gera með því að beita heimsmarkmiðunum eða virkja þau og innleiða þau með þessum hætti í skipulagsvinnunni í þessu tilviki það felur í sér að við erum í raun að nota heimsmarkmiðin í umhverfismati skipulagstillögunar eða tillögugerðarinnar
og þá þurfa þau að dekka umhverfisþætti sem eru tilgreindir í lögum umhverfismat áætlana. Og þarna efst í töflunni þá eru tilgreindir þessir umhverfisþættir, það eru samfélag, heilbrigði, dýr og plöntur, landslag, jarðvegur og svo framvegis, eru svona þula af umhverfisþáttum sem að tilgreindir eru í lögum umhverfismat áætlana. Og þegar við metum umhverfisáhrif, hvort sem það af skipulagsvinnu eða af framkvæmdaáformum, þá ber okkur að leggja mat á þessa þætti. Og í vinnunni núna þá erum við sem sagt í rauninni að láta heimsmarkmiðin standa fyrir þessa þætti, og í þessari töflu þá sjáum við, þá erum við að reyna að stilla upp hvernig skörunin þarna á milli og hvaða markmið dekka hvaða umhverfisþætti, og þá sjáum við til þarna efstum græna reitin heilsu og vellíðan, að þar erum við bara að taka 2 fyrstu þættina sem eru samfélag og heilsa eða heilbrigði, en neðsta heimsmarkmiðið þarna sem markmið 11 borgir og samfélag, að það svo víðtækt og fjölþætt markmið að það tekur á öllum umhverfisþáttunum sem tilgreindir eru í lögum umhverfismat áætlana. Þannig að þetta svona aðeins talsvert önnur nálgun heldur en við erum vön í skipulagsgerð að beita hvað varðar umhverfismat. Hvað vildi ég segja næst? Rétt að nefna ferlið við mótun landsskipulagsstefnunnar. Við erum núna í fasa sem að við köllum greiningu forsendna og fyrirmynda, og í þeim fasa erum við að safna meðal annars gögnum þessa umhverfisvísa sem að ég nefndi áðan, og hugmyndin þá náttúrulega nýta þá til að draga fram sem skýrasta mynd af stöðu og þróun og ástandi skipulagsmála til þess að undirbyggja stefnuna sem að unnin verður. Á seinni hluta ársins erum við svo að fara í að vinna að frummótun tillagna og umhverfismati, og það má segja að þá virkjum við heimsmarkmiðin fyrir alvöru í þessu ferli. Kannski aðeins að draga skýrar fram hvað felst þá í þessu, hvernig gerist þetta konkrétt. Ef við horfum á glæruna núna þá sjáum við svona hefðbundi skipulagsferli sem að hvort sem við erum að vinna landsskipulagsstefnu og landsvísu, aðalskipulagi sveitarfélags, deiliskipulagi, minni reits eða hvað það að þá þetta svona í grófum dráttum það sem við þurfum að gera. Við byrjum einhvers staðar og við viljum enda á því að vera komið með fullbúna skipulagsstefnu eða skipulagstillögu, og svona stóru þrepin fyrir utan auðvitað samráð og margt fleira sem ástæðst í ferlinu. Þá eru svona stóru áfangarnir eru auðvitað að greina aðstæður og stöðu og þróun. Það eru að móta fyrstu hugmyndir og þá eru gjarnan og oftast nær einhverjir ýmsir valkostir sem koma til greina, og síðan mótun hinnar endanlegu tillögu. Og með því að nýta heimsmarkmiðin í umhverfismatinu, að þá erum við í rauninni að gera það grófum dráttum í þessum skrefum, að fyrst erum við þá í fyrsta fasa vinnunar að nýta vísana og mælikvarðana úr heimsmarkmiðunum til þess að gefa okkur upplýsingar aðstæður stöðu og þróun. Síðan þegar að komnar eru fram fyrstu hugmyndir, skipulagshugmyndir og ennþá einhverju valkostir til skoðunar, að þá umhverfismetum við þá, eða semst metum það með tilliti til þess hvort að þeir styðja heimsmarkmiðin sem við höfum valið eða vinna gegn þeim, og við notum svo niðurstöður þess til þess að hjálpa okkur að útfæra hérna endanlegu stefnu. Þetta svona í stórum dráttum það sem að við erum að gera til þess að virkja heimsmarkmiðin og nýta þau í okkar skipulagsvinnu. Samantekið, til hvers leikurinn gerður? Jú, það eins og ég segi, til að virkja heimsmarkmiðin í skipulagsvinnu. Það líka að nýta alla þá vinnu sem að fyrir liggur í heimsmarkmiðunum og þeim umhverfisvísum og viðmiðum sem þar eru. Þetta eru þetta viðmið og mælikvarðar sem hafa verið þróuð alþjóðlega og ríkir samhljómur. Þannig að þarna komið traustur grundvöllur fyrir skipulagsvinnu í rauninni hvar sem og á hvaða mælikvarða sem Við viljum nýta þetta til þess að búa til betri stefnu, búa til betra skipulag fyrir nútíð og framtíð.
Í okkar tilviki það landsskipulagsstefna loftslagslandslag og lýðheilsu, í tilviki einhvers annars verkefnis það aðalskipulag sveitarfélags eða svæðisskipulag eða eitthvað annað. Við erum að gera tilraun, hún yfirstandandi núna það hvernig við getum sem best og skilvirkt beitt heimsmarkmiðunum til þess að taka betri skipulagsákvarðanir. Ef vel tekst til þá verður þetta vonandi fyrirmynd sem að þið getið horft til og þróað áfram í skipulagsgerð sveitarfélaga. Meira ætla ég nú ekki að segja þetta mál. Takk fyrir. Þökkum Ásdísi fyrir einhverja fyrirspurnir. Ef svo ekki, þá næsta á dagskrá hvað getum við gert, og það Eva Björk Harðardóttir, oddviti Skaftárhrepps. Gjörðu svo vel. Erum við til að standa þessu? Þannig að sofnið við meðan ég að tala og sjálfsálit mitt myndi aldrei verða þess bætur. Þannig við erum til að standa upp og aðeins að stappa á að fyrsta. Takk ykkur fyrir, æðislegt. Allir farnir að bíða til kaffinu. Jæja, komið þið blessu og sæl. Þegar við ég heiti Eva Björk Harðardóttir, oddviti Skaftárhrepps og formaður Samtaka sunnlenskra sveitarfélaga. Mér það mikill heiður að vera boðið að koma hingað til ykkar og ég hef líka ofsalega ánægja því. Kenndi í 3 ár á Hvammstanga og gott að koma hingað á Norðvesturhornið. Svona að hlýjar svolítið eins og að pínlítið eins og að koma heim. En af hverju ég hér? Ég svolítið að sjá það núna þegar að þessi sérfræðingar eru búin að tala undan mér. Ok, ég þá þessi manneskja sem að reyna að nýta þetta sem til og reyna að láta það ganga og hvernig gengur það í praxis. Var það ekki rétt, Unnur? Já, ok. Það svona það, ég að fatta það. Heyrðu, ég sem sagt kem úr þessu pínulitla hreppi, Skaftárhreppi. Hann reyndar ekki svo lítill, hann nær yfir 7% af Íslandi, en við erum ekki 600 hræður, fáar sálir í á miklu landsvæði, þannig að mikil okkar ábyrgð. Þetta óskaplega fallegt svæði og rosalega erfitt yfirferðar, mikið af ósnortu víðerni og fallegir jöklar og fjöll, eða kannski ekki fjöll, ekki miðað við það sem þið hafið. Ég hef aldrei fengið jafn mikið af svona gagnrýni á sunnlensku fjöllin eins og þegar ég bjó fyrir norðan. Það var mjög skandið. En við erum í faðmi elds og ísa, þannig sjáum við Skaftárhrepp, gula stykkið og umlukin eldfjöllum og jöklum sem eru náttúrulega að hörfa, þannig að hvað getum við gert? Við getum gert helling. Okkar landstóra sveitarfélag með þessu fáa fólki sem býr þar, við erum undir 600 eins og við sjáum, þá hefur þróunin verið á þann veg að Íslendingum ekki að fjölga en íbúinum okkar með erlent ríkisfang að fjölga. Við stöndum cirka bát í stað ef við tölum við og þau, sem maður á náttúrulega ekki að gera, en þetta ákveðin ögrun og ákveðið hlutverk og ákveðið svolítið sem við stöndum frammi fyrir. Hvernig tökum við á móti þessu fólki, hvernig involverum við þau inn í þau verkefni sem við erum að vinna að. Af því að við erum með 13%
á okkar íbúafjölda af erlendu þjóðerni, á meðan að næsta sveitarfélag við hliðina hátt í 40%, 38 í Mýrdalshreppi af erlendu þjóðerni. Þetta rosalega áskorun að takast á við og alls ekki auðvelt, sérstaklega það kemur að málefnum eins og stjórnsýslu. Þannig erum við með stóran hóp sem mjög erfitt að virkja og ná með okkur. Nú, hvað getum við gert? Við erum búin að fá spark í rassinn frá unga fólkinu okkar. Aðalega. Ég náttúrulega ekki að segja að við séum ekki að gera neitt, pólitíkin og fólki í sveitarfélaginu. Við berum auðvitað hag jarðarinnar okkar og sveitarfélagsins okkar fyrir brjósti, en við erum með áskoranir og það besta sem við höfum gert í því að takast á við þær og fara ná svona upp vakningu í okkar samfélagi að stofna ungmennaráð. Við gerum það fyrir nokkrum árum á öllu Suðurlandi, ungmennaráð í hverju sveitarfélagi. Þau eru ótrúlega virk og við erum með ungmennaráð Suðurlands líka sem satt með okkur þegar vorum með samráðsfundin okkar út af sóknaráætlun og þar áttu þau sæti við borðið, ungmennaráðin, og töluðu yfir hausamótunum á okkur hinnum og komið með virkilega sterka röddin í umræðina. Það er það besta sem við höfum gert. Skipulagsmál sveitarfélaga er ekki almennt séð ekki sexy. Þú færð ekki, ef þú þarft að hafa fund, kalla fólk til þín, þá getur ekki sagt við ætlum að funda skipulagsmál. Einhver hluta vegna þá er það ekki eitthvað sem fór fólk til að spretta upp og koma hleypandi. Ég skil náttúrulega ekkert í því. Það er aðeins betra ef við tölum sorpmál. Fólki finnst það meira sexy. Það kemur svona, frekar það hleypur til svona svolítið af því að það er svona svolítið hjartansmál. Við látum öll frá okkur sorp og frárensli er náttúrulega hluti sem er líka mikið að þvælast fyrir okkur og við þurfum á breiðum grundvelli að tala saman öll sveitarfélögin í landinu og að koma sér í lag. Kolefnisspor er nýtt, það er svolítið börnunum okkar að þakka. Þau eru búin að hamra á okkur og við þurfum eiginlega kannski pínlítið að sameinast að dempa þá umræðu vegna þess að börnin okkar eru svolítið, þau eru svolítið kvíðin. Við halda við séum að keyra skútuna í kaf og ég er ekki að segja að við gerum það ekki ef við höldum áfram eins og á þeirri vegferð sem við erum á í dag. En við þurfum samt að hafa hemil svolítið á orðræðunni og taka hana aðeins niður en vinna markvisst vegna þess að það er farið að bera á verulegum kvíða hjá unga fólkinu okkar. Nú, við getum gert helling. Við getum unnið í gegnum skipulagsmálin, það erum við búin að fá að heyra. Sorpmál frárensli er okkar mál, sveitarfélagana. Kolefnissporið er eitthvað sem eins og við erum búin að fá að heyra líka hér áður í dag, að hellingu sem við getum gert. Við kannski hemjum okkur áður en við förum að moka í alla skurði sem við sjáum. Spurningin eru skurðir alltaf skurðir eða eru þeir stundum bara orðnir vel grónir og gegnir alltaf sama hlutverki á mókunni skurð? Ég veit ekki. Spurning. Og svo er það skógræktin og endurheimt votlendis. Þetta er allt eitthvað sem við getum skipulagt og við getum gert. Þannig að við getum helling gert. Þannig að það var komið að því hjá okkur í Skaftárhreppi að skipuleggja. Við ætlum að fara að taka upp aðalskipulag og okkur langaði svo mikið að ná öllum að borðinu. Og þá er þetta hvað dregur fólk af. Þetta er ekki, ég skil það ekki, mér finnst þetta ótrúlega spennandi en einhver hluta vegna þá stekkur fólk ekki af stað þegar maður talar skipulagsmál. Ég minnst það alveg með ólíkindum. Hvernig náum við erum íbúa? Hvað er að gera? Áhugamál. Ok, ef ég væri með traktorsýningu á hlaðinu þá myndu bændurnir mæta eins og þeir legðu sig. Allir myndurinn. Það er spurning að sameina þetta tvennt kannski. Það komið upp í hugan. Fá einhver celeb til að kynna þetta. Veit það ekki. Bjóða upp á mat, flottan mat, það dregur alltaf svolítið að. Eða reyna að hafa þetta svolítið sexy. Við ákváðum í Skaftárhreppi að fara leiðina
sem segir, heyrði, hérna, hætta að tala um skipulagsmál og skoða hver erum við sem samfélag, speglum okkur svolítið í hvert öðru, speglum okkur í heimsmarkmiðunum, hvað það sem sameinar okkur áður en að við förum síðan í skotgrafirnar og förum að berjast málefnin. Þið vitið, með og múti virkjunum, það endar alltaf því að það fer alltaf hann að nefnda einhvern meina því að það verða til hópar. En við ákvaðum að byrja á því að spegla okkur, skoða hver við erum og þegar við fórum að skoða okkur sjálf út frá heimsmarkmiðunum þá sáum við að við vorum ekki eins lítil og við héldum ef við værum. Við vorum eins og kísan sem að horfir í speilin og sér ljón. Þetta var eiginlega svolítið, þetta var svolítið gott fyrir okkur sem pínlítið samfélag. Við skoðum gildin okkar og fyrst svona héldum við, það voru svona, það var alltaf svona aðeins neikvæðar raddir innan allstaðar og en þessi 4 komu samt svo sterkt í gegn, virðingi, jákvæðni, samstaða og sjálfbærni og þá ákváðum við, ok, þetta er eitthvað sem að við erum í dag, okkur finnst við vera og eitthvað sem við viljum vera. Við viljum standa fyrir þessi gildi, þá skulum við bara vera þarna og við skulum horfa á allt okkar starf og allt það sem við ætlum að fara að gera í skipulagsmálum með þessu hér, með þetta í huga. Virðingu fyrir hvert öðru og fyrir samfélagin okkar, fyrir náttúrun okkar, vera jákvæð og horfa jákvæðum augum á allt sem við gerum, sýna ákveðna samstöðu og horfa á sjálfbærni. Já, ok, svo bara, já. Nú, mér fannst þetta rosalega svona seljanleg mynd. Mér fannst þú rosalega flott. Við sem sagt spegluðum okkur í þessu markmiði. Við settumst niður sem hópur sveitarstjórn, kölluðum á alla þá sem okkur langaði að kalla á, svona þverskurð á samfélaginu og við héldum að við værum með ólíkar raddir og svo fórum við í undirmarkmiðin, skoðuðum, ok, erum við þarna? Erum við að gera eitthvað nú þegar? Og við bara vorum að því, bara helling. Það var svolítið gott. Skoðuðum svo, hvað það sem við getum gert meira? Getum við sem samfélag gert eitthvað meira til að uppfylla eitthvað af þessu, eitthvað sem að samræmi skildunum okkar, eitthvað sem að við viljum vera sem samfélag. Og þessi vinna núna sem að við erum farin á staði í, við reynda byrjum bara eftir áramót, við fengum hana Evu Magnúsdóttur hjá Podium, ráðgjafafyrirtæki til þess að leiða okkur. Það er svolítið gott að fá einhvern alveg utanaðkomandi sem að enginn hefur svona sérstaka fordóma gegn. Þegar það er komið svona lítið samfélag sem ætlar að rífa allt upp og halda eitthvað áfram og vera svolítið framsýn. Og hún hefur svolítið mikið unnið með heimsmarkmiðin og hún hefur mikið komið að samfélagslegri ábyrgð og sjálfbærni. Þannig að hún var svona alveg rétt að manneskjan til þess að vinna þetta með okkur. Hún er að vinna skýrslu núna og út frá öllu því sem við erum búin að vinna, við gerðum fullt af undirmarkmiðum, bæði sem við komum með sjálf og eins sem að við ákvaðum að spegla okkur í og bara vinna því að uppfylla. Og síðan næsta skref hjá okkur er svo að fara með vísa þessu síðan í nefndir sveitarfélagsins til að vinna þær áfram. En mér fannst þetta vera svona, okkur fannst þetta svolítið söluvænlegt, þetta er pínu sexy, þetta er litríkt, það er gleði í þessu, allir litirnir. Og það getur enginn verið á móti þessu. Hvaða fílupúki ætlar að standa upp og segja ég er á móti númer allaveg, það er bara ekki hægt, bara reyndu það ekki. Þetta er eitthvað sem að sameinar okkur. Það er svo gott að leggja stað í svona vegferð í vinnu með eitthvað sem að allir geta staðið saman og þetta er það. Heimsmarkmiðin í heimabyggð. Við ákváðum sem sagt að taka þau bara, fara með þau heim. Þau eiga heima þar, við eigum þau, við erum sveitarfélag, við eigum þessi markmið, við erum að uppfylla þau, við erum að vinna með þau á hverjum degi, án þess að fatta það. Við ákvaðum að bíða ekkert eftir að það væri búið að hanna eitthvað plan fyrir okkur sem við getum dottið inn í, af því það er tími til þess núna að taka upp
aðskipulagið, við verðum að byrja að vinna núna og ákveðum að gera það bara okkar hátt. Og ég veit að við erum ekki fyrsta sveitarfélag til þess, það eru mörg sveitarfélag að spá í ókomnastað, sjáið heimasíðuna hjá Kópavogsbæ, hún er alveg frábær, til dæmis. Við ákvaðum að nýja stefnan okkar myndi vera gildin okkar og nýja stefnan okkar myndi vera þau heimsmarkmið sem að við ætlum að uppfylla á okkar hátt og við náttúrulega þurfum að velja því úr af því að sum eiga alls ekkert við. Sum eru bara hugsuð fyrir ríki sem eru bara mjög fátæk og eru á allt öðrum stað. Þannig við þurfum bara svolítið að velja þau. Við erum að vinna nýja umhverfisstefnu og nýtt aðskipulag á að verða til, eða svona drög að því næstu áramót og við erum sem sagt á haus að vinna það og þar ætlum við að gera eins og við mögulega getum til að stuðla að jafnrétti og lýðræði og þar kemur svolítið áskorun vegna þess að svona vinna, þar sem 13% af íbúum er af erlendu bergi brotin. Þetta er fólk sem við viljum að taki þátt, hvernig förum við að því? Þannig við erum að leita leiða. Hvað getum við gert? Þetta er svona hópur sem er erfitt að ná til. En heimsmarkmiðin þau samin okkur. Í upphafi þessari ferðar þá eru heimsmarkmiðin eitthvað sem að samanir okkur og við getum öll staðið saman Við sem sagt, eins og ég var búin að tala áðan, við tókum nokkra málaflokka, þetta er bara hluti af því. Förum að stað með gildin af hlutverkin okkar, förum með þau inn í fræðslumálin og fjölskyldumálin og svo framvegis. Í hvernig sveitarfélagi viljum við búa í. Niðurstaðan þarf náttúrulega að sýna hver eru forgangsmálin okkar og við þurfum að ákveða hver á að vera sérstaðan. Hvernig tengjum við svo málaflokkana við heimsmarkmiðin. Við erum svo sem búin að því að hluta til og nú taka nefndirnar við öllum málaflokkunum og við þurfum út úr þessu öllu eiga að koma mælanleg markmið af því að við viljum geta sagt hversu miklu við höfum áorkað í lokin og geta mælt jafnóðum, þess að mér finnst alveg frábær hugmynd að mæla kolefnisspor þessa landshluta. Þetta er eitthvað sem við þurfum að taka upp líka. Út allt. Nú, þið þekkið þetta, það verður búið að hamra þessu svo vel inn í þennan fund en það er bara svo gaman að sýna sig glærir. Sjáðu þetta. Hreint vatn og hreinlætisaðstaða. Vá hvað við eigum langt í landi með það. Bara hreinlætisaðstöðu. Það er svo margt sem við getum gert, sem bara þessu litlu samfélag út á landi. Við höfum svo mikla ábyrgð og við getum svo mikið gert til að uppfylla svo margt. Og sumt bara þarf ekki að kosta mikið, sumt þarf bara að í raun og veru að taka ákvörðun að framkvæma og leita leiða til þess. Þannig að þetta er svona svolítið okkar leið. Við erum sem sagt að núna að fara forgangsraða verkefnum. Verkefnahópur heimsmarkmiðin er á störfum. Við þurfum að tímasetja þau og við þurfum að samræma síðan það tvennt. Þetta er eiginlega, og passa okkur þetta verði ekki, áskorunin líka svo að þið vitið þetta venjulega aðskipulag sem að snýst að hvernig maður nýtir landið og hvað á að vera hvar og hvar á að virkja eða ekki að virkja og hvar á að vera landbúnaðarsvæði og hvar ekki og svo framvegis. Þar verða svona oft átökin nýtingu landsins en hvernig samræmi við síðan heimsmarkmiðin og þetta hefðbundna aðskipulag þannig að þetta verði ein heild sem við getum og vinnuplagg sem við getum unnið eftir. Það er líka áskorun af því að við erum að reyna að finna þetta út sjálf. Við þurfum að safna upplýsingum til þess að geta gert þetta skipulega og þannig að við getum verið stolt af því. Nú, þetta er stóra málið. Eigum við samleið, Sunnlendingar og við hérna fyrir norðan með sveitarfélögum. Hvernig getum við gert þetta þannig að Ísland geti verið bara ótrúlega stolt af sínum sorgmálum. Við erum svo langt í land. Fyrir sunnan, við erum í tómu tjóni með þetta. Finnum leiðir og vinnum saman. Við erum bara til fyrirmyndar, sínum svo öðrum þjóðum hvernig á að gera þetta.
og hvernig kolefnisjöfnum við? Hvað er satt þegar maður er búin að fá hvern sérfræðingarna fætur öðrum sem allir segja sitt gott hlutin? Vöndum okkur. Það er svo auðvelt að láta segja okkur hluti, við erum svo tilbúin að hlaupa af stað. Við erum Íslendingar. Rosalega dugleg að taka hlutin á kokkleipað og hlaupa af stað. Vöndum okkur. Í október ætlum við að halda næsta íbúafund. Við erum nýbúin með og ætlum þá að vera búin með einhverja ákveðna vinnu til þess að leggja fyrir þann fund og þá er spurningar að hafa hann svolítið senjanlegan til þess að ná fólkinu á svæðið. Og ég trúi því svo innilega þó við séum bara svona örfá 600 hræður að þá getum við bara gert stóra hluti. Vegna þess að við berum ábyrgð á stóru landsvæði. Ef við sleppum því og höldum og verðum bara umhverfi sóðar og vinnum ekki okkar vinnu, stöndum ekki undir okkar ábyrgð og skilum ekki landinu eins og við eigum að gera, því við eigum það ekki, við höfum það bara á láni. Hvað verður þá? Ætlum við að verða þessi manneskja sem er þetta fólk, ætlum við að verða þessi hópur sem að krakkarnir okkar eiga eftir að dæma okkur, sagan eftir að dæma okkur eftir á? Við klúðruðum hlutunum. Ég held okkur langi ekki til þess. En ég trúi því að ef við stöndum saman og leggjum öll eitthvað til málana, þá verði það þannig að margt smátt gerir eitt stórt. Þetta er svona bara mjög samhengislaust, allt úr sikur áttinni, en eitthvað pínlítið það sem við erum að gera þarna fyrir sunnan. Ótrúlega gaman að koma og sjá ykkur og fá að vera með ykkur og deila, og ef þið hafið einhverja spurningar þá endilega. Takk. Já, þakkum yfir fyrir einhverjar fyrirspurnir. Gerðu svo vel. Já, mátt koma aðeins nær líka, hann ekki svona langt. Ég heiti Raimund, skógræktarbondi frá Litlabúfell, og eins og maður ég er útlendingur, ég ætla svona hans koma upp svona leiðrætingu af því síðan ég kom hingað til Íslands hefur maður alltaf fundið öfugt að þessi erfitt að Íslendingi er svolítið dreg í umhverfismálum, það sem ég get sagt um það. Það er ekki allir útlendingar eins sem koma til Íslands, nummer 1. Það sjálfsagt margir sem eru kannski mjög lítið menntuð og svona og hafa erfitt líka að komast finna fyrst út hvernig get maður eiginlega lífa á Íslandi og þetta tekur mjög á að læra þetta sko. Það hefur maður ekki umhverfismál efst í huga, maður verður fyrst að finna hvernig maður kemst að hérna í þessum samfélagi. En hins vegar er staðan hjá okkur núna svona, við erum með stærsta vistheimtu verkefni hérna á Norðurlandi Vesturhallavegi, ef ekki Norðurland. Með að setja upp hérna birkiskógur, stóran, og svo spyr ég hversu margir eru í dag hérna mætt á rafmagnsbíl? Glæsilegt. Já, ég vildi bara svona bæta við. Það er ekki allir útlendingar eins, nummer 1, og nummer 2 getur maður kannski taka þau sem eru svona lengra komni að vinna meira með hinum sem eftir eru. Ég veit alveg hvað þú meina, hvað vandamáli er, en það er ekki samt ekki ansalega þetta sko. Þakka fyrir það. Þetta er alveg rétt hjá þér. Það sem að ég kannski kom eitthvað illa frá mér var að þeir sem eru á erlendu bergi brotnir, mér finnst svolítið flókið að ná þeim inn í samfélagið, líka vegna þess að þeir eru margir mjög mikið menntaðir og við þurfum að virkja þennan mann auð betur vegna þess að þeir eru ofta á tíðum finnum maður að það er læknir að kokka einhvers staðar og það er skipulagsfræðingur að skúra gólf. Skiljiði. Það er þetta sem að mér finnst svo erfitt oft
að við erum ekki að nýta þennan mannauð þar sem við þyrftum að gera. Það er erfitt að ná þeim inn í svona umræðu, það þurfa allir íbúar að vera inn í svona umræðu. Við þökkum fyrir þetta. Þá voru gert hlé á fundunum til 15:05 og það eru kaffiveitingar hér inn í matsal og við byrjum fundin tímalega klukkan 15:05. Gjörðu svo vel.